Já, ég sitt hérna á kosningamiðstöðunni að hringja í fólk og ákveðna kjósendur og tilfinningin svo sama og þegar ég tala við borgarbúa eða hvar sem ég fer að það eru mjög margir óákveðnir, ekki síst í hópi þeirra sem styðja félagshyggju og jafnaðarstefnuna. Ég skil það raunar mjög vel. Ég skil þá sem vilja að Katrín Jakobsdóttir verði forsætisráðherra, ég skil þá sem að þykir vænt Óttar Proppé og skil þá sem finnst ferskir vindar hafa komið með Pírötum. Ég vinn með þessum flokkum í borginni, ég þekki þetta fólk, þykir vænt það og tel það til bandamanna og vina. En nú staðan reyndar þannig að ef fram fer sem horfir þá gæti Samfylkingin dottið af þingi. Rödd jafnaðarmanna myndi þar með ekki heyrast. Umbótastjórn yrði úr sögunni og sá möguleiki að nokkuð af þessu fólki yrði forsætisráðherra. Þannig að mín skilaboð í síman og við fólk sem ég hitti eru þau að hugsa til Samfylkingarinnar, hugsa heildarmyndina og það bakslag sem myndi verða í umbóta leiðangri þessa fólks alls saman ef að einn af þessum flokkum, af lykilflokkunum sem barist hefur fyrir betra heilbrigðiskerfi, fyrir breyttum sjávarútvegsmálum, fyrir bættri menntun, Samfylkingin myndi hverfa. Þetta snýst slagurinn á lokametrunum þessu síðustu 2 dagar og ég vona að allir mæti kjósi með hjartanu en vona sem flestir kjósi Samfylkinguna. Kjósum heilbrigðara samfélag. Kjósum Samfylkinguna.